og á 30 dögum þá fór ég frá því að vera að þjálfa frá mótni og fram á kvöld í að þjálfa 50% minna á gólfinu að ég setti þessa online hugmynd í gang 90 dögum setna þá gæti ég opnað mitt fyrsta gym. Shit. Þannig ég búin að harka 3 mánuðum setna Það var bara velkomin að poddi Einar. Takk fyrir það mættu, þetta er bara lengi að gerast Já, þetta er búin lengi Það er oft svona með þú og Gauji talaðu það á hann en að þeir eru busy gaurar mikið af fyrirtækjum og mikið í gangi hjá gætur kannski bara að byrja með að segja kannski aðeins hvað þú gerir núna og hvað fólk kannski þekkið fyrir Já, sko fólk þekkið mikið svona mest fyrir Alpha Gym Já, akkurat með líka stöðun okkar en svo eru núna komin meira út í það sem ég gerir meira í dag kannski online marketing og stofnaði fyrir 2 árum markastofu sem kallum Alpha Agency og svo við erum með 3 fyrirtæki það líkamsræktin markastofan og svo ég með svona ráðgjafa fyrirtæki sem að hjálpa öðrum að taka þekkingun sína eða hugvitið sitt, setja það í online búning markasetja og selja sem svona hluti af online Þetta er svolítið svona online coach svona, þetta akkurat bara þessi hugmynd skilur að því núna þú getur gert allt á netinu skilur með eitthvað hugmynd og ég meina fólki sem koma upp á TikTok núna eru bara með eitthvað sem fíla og eru bara með 100.000 manns að fylgjast með þeim Akkurat. Þetta, mér finnst þetta bara mér vill vinna við þetta því við erum eldri skilur þetta er aðaldóti sko en sko málið einmitt með það eru svo einmitt margir sem eru að nota alla þessa miðla og eru með ógeðslega margar fylgjendur og eru að gera alls konar setja alls konar content en eru ekki að monetæsa það eða eru kannski að monetæsa með því að fá okkur til að sponsora sig það sem ég meira að gera er að sína hvernig þú getur búið til þitt eigi produkt bara digital produkt og selta sko þannig að það er svona það sem ég sá að vantaði hjá mörgum og það er undanfærin svona 2 ár er það sem ég er búin að vera að gera Erst þú ekki, hvað heitir hann, Eisi eða Eithor? Eru þið tveir? Við tjókum alltaf þetta sko, þetta er sonurinn skilur Já, akkurat, hann er ekki sonur minn sko en það er margir sem halda hann sé sonur minn sko en nei, hann á sett helmingshluti í markastofunum með mér Alpha Agency og já, það var bara svona gott mat hann byrjaði að vinna hjá mér þegar hann var í 8. bekk Já, vá og Við hvað var hann að gera þá? Hann var hans skill er fyrst og fremst eða svona upphaflega þá var hans skill að búið til vídeo klippa vídeo ógeðslega flott Sá akkurat það var gerð cool svona trailer hann zooma inn á stúdíóið sitt og eitthvað bara var geggjaður því alveg frá því hann var sko þú veist í 8. bekk og þegar við vorum að opna eina líkamsræktarstöð þarna 2016-17 þá var hann í 8. bekk og nýbyrjar að lifta og hann fannst þetta svo cool sem við vorum að gera þannig að hann var alltaf að spyrja hvort það mætti hjálpa okkur og eitthvað svona og svo var hann að spyrja má ég taka vídeo fyrir ykkur já, þú veist, eitthvað tíman og svo ekkert að pæla einum nei, þú veist, já, bara krakki með myndaðel sko 8. bekk bara, svo hann alltaf bara grátið okkur hvort hann mætti taka vídeo og svo heldur opnunarpartí og hann sagði, ég bauð honum sko veist, og hann sagði, ekki taka myndalina með hann tók myndalina með sér og tók upp eitthvað vídeo úr opnunarpartíinu svo klukkan var svona 10-11 þá náttúrulega þurfti hann bara að fara heim sko og svo fyrir skólan skólandaginn eftir eitthvað og bara svona hálftíma setna eftir að hann farin heim þá senda mér bara eitthvað mest sick vídeo sem ég hef séð bara, þú veist, sem við gátum nota bara sem auglýsingu fyrir gimmið ég sagði bara, herru, bara út ráðinn síðan þá byrjaði hann að vinna með mér að taka upp auglýsingar og svona og síðan tókum við bara svona mitt skill í að bara promóta og bara mitt skill í svona digital marketing skrifa sölutexta og þetta og hans eiginlega búið til vídeo og svona og byggur til markastofuna Það er bara pössuð saman, það er oft svona vídeogauðra sem þarf í svona dót sko
en svo hann komið náttúrulega bara miklu meiri skill og betri eiginleika núna og hann þú veist að vera 19 ára í dag hann bara 19 ára? Hann er 19, hann er 18 ára, hann verða 19 ára. Var hann ekki opnað hvað Sölu gestahús? Súla gestahús, já, hann var að kaupa bústaðir þetta eru nokkri bústaðir sem er bara svona, gistiheimili svona Airbnb dót þannig að hann sko, þú veist eins og ég held að sé ótrúlega mikilvægt ef þú hefur tækifæri saman hvað gamall sko og svona hann sérstaklega kannski þarna í 8. bekk að kynnast einhverjum sem að var að gera svona öðruvísi hluti og fá þá að sko vera svampur á svona eitthvað frumkvöldsstarfsemi eða svona eitthvað business mindset og þessin er hann þú veist, í þessum sporum í dag sko. Það er líka þetta er eitthvað svona máli með þegar þú ert að elda eitthvað passion bara að gera svo hann, bara að halda áfram að spyrja akkurat. Það bara, ég fekk fyrsta svona sponsi mitt þegar ég var 17 á veipbúð, má ekki veipa skilur en ég held áfram bara svona veistu hvað Kíló er rapparinn? Hann kendi mig svolítið, hann var svona fyrsti svona gúruinn á social media bara spyrja, bara just halda áfram að gera content og halda áfram að spyrja og það mun eitthvað koma inn á leið sko. Þú veist, þannig að núna og tala dag á hann, þú veist ekki mikið í ræktinni skilur, þú ert bara að koma í starfsmenn og þetta er bara flowing skilur, það er hvað svona mesti tíminn í núna svona dagstaglega? Mesti tíminn er kannski að búa til sko og halda utan svona bara það sem allt sem við erum að gera og bara svona, halda utan reksturinn á öllum, þetta er þessi 3 fyrirtæki þú veist, það er líkamsrættin, það er markaðsstofan og svo svona coaching fyrirtæki eða svona ráðgjafa fyrirtæki og það er bara að sjá til þess að það gangi allt smurt ég hef mest gaman að í dag að skrifa svona söluteksta kallar svona copywriting skrifa þú veist, svona sannfærandi söluteksta sem er það sem að skilar á endanum viðskiptavinum. Hvað er það að gera með þessa teksta? Ég veit hvað copywriting kind of en ég skil ekki alveg hvað gerur með það? Þetta eru bara tekstar sem eru hannaðir þannig að heilin á þér, lesendanum fer í eitthvað svona úr því að vera sko þetta, byrjum á því að bara fanga athyglinina tekstarnir eru sett bara formúlan er þannig að fyrsta sem að þú sér eitthvað texta og það er eitthvað headline sem að vekur áhuga og heldur áfram að lesa þetta er grípandi, vekur áhuga síðan verður forvitin og síðan verður áhugasamur og síðan er eitthvað sem að svona gefur þér eitthvað nýtt perspektíf, brýtur svona eitthvað norm sem að þú svona hafðið trúað þá svona, ok, þetta er áhugavert í þekking og svo þannig að þú öðlast eitthvað nýtt viðhorf og svo kemur eitthvað sem er sannfærandi þú veist, eitthvað social proof segir hvernig ég hjálpaði einhverjum öðrum að ná árangri með þessari óvenjulega aðferð eða kemur eitthvað umsögn eða svona er þetta þú veist þannig að Instagram postar og alls konar svona dót þetta sé oft hjá þér, þú ert að sína hvað er þetta, þú veist hérna sem ég gerði fyrir klientum minn, skilur sjá hvað það er svona social proof sko, sem við erum að sína veist, okay, það sem við gerum, það virkar og það er hluti af þessu copywriting að þetta er svona social proof að í stæðan fyrir ég sé bara að segja að það sem við gerum að það virki að þá erum við með bara fullt af fólki sem er búið að prófa þetta og hérna séu þetta virkaði fyrir þau en svo er hægt að nota það sem ég finnst skemmtilegast er að hanna sko vegferð einstaklings frá því að hann uppgötar þig kynnist vörunniðinni, verður sannfærður að þetta sé máli fyrir sig og ákveður svo að kaupa þannig að það getur verið allt frá því að sjá content á Instagram eða Facebook eða TikTok og komast síðan inn í svona ecosystemi þitt sem er allir miðlarnir þínir og þar ert þú að svona nurtura einstaklingi með einhver contenti gefa honum value og svona hjálpa honum að ná results in advance þannig að þú veist, hann hefur áhuga á okkur topic sem þú ert að tala og þú veit að gefa honum eitthvað smá ráð svona hér og þar þannig að ná eitthvað svona hann heldur áfram að hlusta á þig heldur áfram og þú býr til hann svona know, like og trust faktor hann kynnist þér, hann fyrir að líka við þig og fyrir að trista þér síðan að þenni komin inn í ecosystemið þitt og þá getum við sko, hann er búin að þú veist, við erum með hann í Facebook pixel eitthvað staðar inn á eitthvað síðu eða hann er bara skoða miðlana þína
þá getur við senda á hana auglýsingar, þá getur við senda á þessum manneskju Facebook auglýsingar eða Instagram auglýsingar og þær verða að vera rétt skrifaðar þannig að þú smellir á eitthvað og þegar þú smellir á eitthvað þá sendum við þig yfir á lendingarsíðu þar sem við sannfærum þig að kaupa. Akkur þess að lendingarsíða, gætur að ég bara fuck mikið á þessu, hvað svona lendingarsíða, hvað the purpose fyrir það? Sko lendingarsíða, það eitt af því sem við gerum bæði í markaðsstofunni og það sem við kennum í ráðgjafa fyrirtækinu. Lendingarsíða sko flestir setja upp bara heimasíðu, við veitum alltaf hvað bara heimasíða, vefsíða og þá getur við klikka á alls konar nappa mig, starfsemina, þjónusta og þú veist, þetta oft svona ef skoðar kannski gömul fyrirtæki og þá stendur oft eitthvað svona fjölskyldu fyrirtæki síðan 1970 það öllum samum það sko allir komnir það allir komnir í þeim tilgangi að gera eitthvað fyrir sig sko. Þannig að munun á lendingarsíðu er að sko heimasíðan alls konar svona, hýsir bara alls konar upplýsingar og þú getur smellt á alls konar nappa. Lendingarsíðan hefur það eina markmið að fá þig til að taka eitthvað eitt aksjón. Þannig að þú kannski getur ekkert smellt, það ekkert menu bar. Skilur, en þú bara lest eitthvað sannfærandi texta, skrolla niður og verður meira sannfærður og endanum þú veist smellur á þú veist nappin sem að blikka, þú veist, köftu hér, skráðu hér. Þú veist, eins og segjum ég er að selja merch, þú veist, að vera eitthvað svona hérna eru, þú veist, af hverju kannski eftir að fara eitt og svo svona ferra niður þá bara einu sem getur valið að kaupa. Já. Þú veist, er þetta ekki oft líka nota til að fá fólk eins og í svona til að fá e-mail hjá fólki? Jú. Til að gera svona lista og svona? Já. Og það eitthvað sem allir að gera að það mjög vannmyndin svona hluti af markaðssetningu, það e-mail marketing. Og það þú veist, þar getur verið að skrifa, þú veist, senda svona copywriting á e-mail-listaðin bara mörgur svona í viku sko. Það sko ég sem er alltaf langar að læra meira þetta svona að gera og það uppistandari sem heitir Louis C.K. Hann var eitt af fyrstu uppistandum til að svona gera þetta. Hann bjóð til bara síðu sem að þú veist bara var þess að special hans, bara $5, that's it og ef þú myndir kaupa, viltu fara e-maili og hann var komið með, þú veist, og núna hann nótið í dag og hann var cancelled fyrir eitthvað sem að gera en nú hann samt ekki miklu meira allir hérna því hann meina lista og það allir að elska special hans ég veit að þetta bara svo dýrmætt sko. Já, þetta bara asset, þetta bara að fá bara leads þetta þú veist við horfum í þessum bransa þá og það sem að ég kenni svona ég vinn ekki svona 50-60% með þjálfurum eitthvað slags þjálfurum, einkaþjálfurum, fjarþjálfurum, markþjálfurum einhverjum sem að sko kenna öðrum eitthvað og ég svolítið þá svona mentor fyrir þessara coaches þeir var til þín til að fá meiri þetta svona mentorship program og það sem að þau eru að læra allt bara sem þau þurfa til að byggja betri business model eða ná í fleiri viðskiptavinni og það sem ég kenni er að horfa í mitt á sko, þú veist, ekki horfa á followers horfðu á leads er tilvonandi viðskiptavinnur eitthvað sem að gæti orðið viðskiptavinnur í framtíðinni af því að við erum með svona möntru í þessu eða svona saying í þessu að fylgjendur fæða egoið og millifærslur fæða fjölskylduna skilur þannig að við þurfum að það geggja að ná í followers en við þurfum að gera þessa followers að raunverulegum leads sem eru líklegir til þess að verða viðskiptavinir í framtíðinni. Akkurat. Þetta svona þó alltaf veist þetta bara podcast það svona kannski aðeins öðsni en ég er búin að pæla mér svo mikið út af því að þetta podcast að færa uppkast þá það kostar. Já. Og alltaf veist hversu margir af ég fæ kannski svona 300-400 mann sem mýta á hvern þátt það kemur út hversu margir af þeim að fara að borga og þá náttúrulega ég er með e-mail á sömum skilur ég er með það eru sömur sem þú veist senda allt á mig þegar þáttu kom út þannig að veit þeir eru vinir skilur þeir munu kannski halda áfram og það er eitthvað svona hvað myndur þú kannski mæla með ef ég er með eitthvað 1000 fylgjendur á TikTok mér langar að byrja svona að fá kannski e-mail fólki hvað gæti ég gert til að svona ég myndi kenna þeim að setja podcast það er akkurat sem ég er að gera setja upp kúrs kendu fólki að setja podcast og svo er bara málið það sem við gerum er að þú veist, fáum ykkur hugmynd kendu ykkur að gera það sem þú ert að gera kendu einhverjum sko
Findu fólk sem að ert þú fyrir nokkrum levelum síðan Já, akkurat Kendi þeim að gera það sem að þú ert að gera í dag Það er hérna og það er þú veist, það sem við erum ótrúlega mikið að gera að kenna fólki að taka þú veist, fólk heldur að þurfa að vera einhver algjör sérfræðingar með einhverja, þú veist, við líka meistaragráði í einhverju eða hérna þú veist, eina sem þú þarft taka bara það sem að þú ert að gera vel í dag og finna einhver aðra sem að vilja læra það sama við erum nokkur levelum fyrir aftan og ef þú ert einu leveli fyrir framann þá getur alltaf kent þeim þú veist, að komast upp á næsta Já, það er svo gaman að heyra þetta því þetta er svona affirming sem ég er búin að vera að trúa í sísta árið sko. Þú ættir að gera þetta, kenna fólki að setja sko, podcast og svo þarftu að bara búa til eitthvað framework utan það og þá sko setja upp í þú veist kannski þetta eru kannski einhver 5 modules eða 5 skref sem að þú veist, þetta er einhver leið þú veist, hérna ertu ekki með podcast en dreymur að vera með þetta í podcast og hérna ertu með vinsælt podcast þú þarft að kenna þeim þú veist bara leiðan hvaða skref þurfa að taka til þess að komast frá þessum stað yfir þannig stað Það er sko, gaurinn sem ég byrjaði að fylgja þegar ég byrjaði podcasti var akkurat með svona og ég keypti kurs hjá hann sko. Var eitthvað bara $10 eða eitthvað og hann er bara, ég finn að heyra að segja þetta sko, þetta er bara alveg og sko ég kynntist hverju varst á netinu ég las pistilinn sem ég gerður þau fyrst eistnakrabmenn fyrir einhverjum árum og svo byrjaði ég eitthvað svona fór á vefsíðuna og svona og þá fannst bara svo töff að því að ég er náttúrulega mitt generation mikið á netinu og ég fylgir rosalega mikið af fólki í Ameríku sem er að gera akkurat sem þú ert að gera og það var alveg ekkert komið hérna ég veit ekki marga sem er að gera kursa fyrir fólk og akkurat fá þessi e-mail og allt þetta dót sem þú ert að gera þannig að svona hvenær byrjaði þetta varst þjálfari eða ekki? Já Personal trainer? Já, minn áhugi á sko, svona online marketing og þessum heim byrjar sko örugglega 2010-11 eitthvað svoleiðis ég byrjaði að læra einkaþjálfaran 2008 bara þegar ég er 18 ára og ég hafði, þú veist, ég hætti í framhaldsskóla, hafði bara ekkert erindi þangað og það var kennari sem að sagði við mig þú veist, ég er búin að mæta með tösku núna bara í 4 vikur eða eitthvað Útskrifaður ekkert sem einkaþjálfari eða eitthvað svona? Jú, svo útskrifaður sem einkaþjálfari ég hætti hann í framhaldsskólanum og fór beint í einkaþjálfaranám og útskrifaðist þaðan og fór að bara beint að þjálfa svo uppgötaði mjög snemma ég hafði eiginlega jafn gaman að því að sko selja og promóta það sem ég var að gera og svona, þú veist, búa til business eins og ég hefði gaman að því að þjálfa svo fór ég að hafa eiginlega meira gaman að því að selja ásleis og síðan, eins og svona allir sé ekki 2010-11 sem ég fer að hafa raunverulegan áhuga á öllu svona online dóti Var þetta eitthvað stórt þarna, 2010-12 eitthvað sliðis? Nei, þú veist, nokkrir fjárþjálfarar sko og þá bara með eitthvað svona típiska fjárþjálfun sem er ennþá svona, svolítið í gangi í dag sko en ég flytt til Noregs þarna 2011 og stofna fyrsta online fyrirtæki mitt þar fyrir utan eitthvað fjárþjálfun sem ég hef búin að vera í Íslandi áður og ég stofnaði þetta á ekki vera hægt sko, ég stofnaði online fyrirtæki sem að þjenaði 0 krónur og endaði á að skulda 2 milljónir Í Noregi þá? Í Noregi, já og það á ekki vera hægt sko en mér tókst það einhvern veginn og þannig að það var ekki svona farsæl byrjun og svo kom ég til aftur til Íslands og svona var eiginlega svona harka sem, þú veist, einkaþjálfari alveg frá 2008 til 2014 og alltaf með þess að samt, þú veist, ég verði að gera eitthvað ég hef svo mikið áhuga á þessu online dóti mér langar svo að gera eitthvað þar og síðan svona fæ ég bara hugmynd seint árið 2014 og búin að vera sama harkinu, þú veist, í 2008 til 2014 alltaf að reyna eitthvað en þú veist, samt alltaf á sama stað bara í sömu hjólförunum, þú veist, ég var farin út á mótnana þegar að börnin mín áður en að börnin mín vöknuðu og komin heim á kvöldin þegar þau voru farin að sofa það er töff það var töff og ég hugsaði bara ekki, þetta
gengur ekki lengur, þú veist, eina leiðin fyrir mig til þess að þjána meira, það er með því að þjálfa fleiri tíma ef ég vil sé börnum mínu meira, þá verður ég að þjálfa færri tíma og þá er ég fórna innkomu ef ég vil fara í frí þá þarf ég að safna ógeðslega mikið fyrir því og þá þarf ég að segja við kúnnunum mína, herru, það er enginn að þjálfa ykkur hérna næstu 2-3 vikur, þá tek ég sénsinn og þau hætti þannig að þetta var svona, þú veist, ég var bara orðin fastur og svona upplifið mig bara, herru, það þarf eitthvað að breytast. Það finnst sko, margir finnst þetta líka bara í venlu vinnum, skilur svo langar náttúrulega að byrja business og þá getur alveg lent í þessu líka algjörlega og svo fekk ég hugmynd og sem að og ég heyrði svona var á þessum tíma líka svona datt ótrúlega mikið inn í svona personal development akkurat og self-help baby og það var las ótrúlega góða bók sem að heitir The Compound Effect og svo hlustaði ég á sama tíma á fyrirlestu líka og þar sagði gaurinn your life doesn't have to be what it is 30 days from now. Það er geðið góð sending og það einmitt bara svona, þú veist, bara kveikti eitthvað eld í mér sko. Ég bara, nú tek ég þessa hugmynd sem ég er búin að vera með, ég tek þetta sem ég er búin að vera að læra úr þessari bók og implementa þetta bara og á 30 dögum þá fór ég frá því að vera að þjálfa frá morgni og fram á kvöld í að þjálfa 50% minna á gólfinu að því ég setti þessa online hugmynd í gang 90 dögum setna þá gæti ég opnað mitt fyrsta gym. Shit. Þannig ég er búin að harka ég er búin að harka í sömu hjólfurunum frá 2008 til seint 2014 svo tók það mig 3 mánuði að gjörbreyta lífinu. Oft þannig bara decide sko varst ekki svolítið bara gott, come on tók svo langa tíma ég held samt að maður þurfi sko oft, þú veist það þurfti öll þessi ár einhvern veginn til þess að þessir 3 mánuðir gátu orðið að veruleika sko, skilur kannski ekki sama en ég var verslunarstjóri á Dóminós alveg 4 ár sko fín laun, skemmtileg fólk og svona en ég tók eftir bara fyrir ég var hættur bara þetta er bara örugglega versti vinniðan til að vera í þetta er 6 dagar viku, 24/7 í símanum fyrir laun, skilur akkurat, ég veit og maður átt að segja ofta á því sko eftir á bara shit, ég ætla aldrei eftir þangað ég get ekki ímyndið mér að fara aftur á þannan stað sem ég var á og það er svona að þegar þú tekur svona eitthvað svona stökk þú tekur svona stökk í lífinu upp á eitthvað svona næsta level að þá sko, ef þú leggur nógu hartaði þar þá ertu aldrei að fara aftur tilbaka sko þú bara svona, þú hækkar standardin af því sem þér þykir ásættanlegt akkurat, þú getur verður ekki að fara tilbaka og vera bara sama síti sko, það er líka þess að það er alltaf ég akkurat ætla að hætta í eitthvað ári eitthvað þú gerir ekki, þá er þetta verra það er miklu verra sko en síðan verður fólk að meðvita að taka ákvörðun að sko ég ætla að hækka standardin á því sem að mér þykir ásættanlegt að því að við fáum sko bara svona heilt yfir í lífinu þá fáum við útkomuna sem við ekki sem okkur langar í heldur útkomuna sem við sættum okkur við við komumst annars slægið upp á okkur sem okkur langar í en við festumst ekki þar við droppum alltaf niður á það sem við sættum okkur við viljum by nature vera comfortable þannig að við erum talað um compound effect bókin. Að með þessa bók sko hún er, ég mæla alveg með að fólk lesa hana en þetta er, hún er góð en þetta er ekkit eitthvað svona breakthrough mind-blowing bók sko, þetta er bara ég las hana á réttum tíma fyrir mig ég held að það skipt svolítið miklu máli sko, þegar við erum að tala veist, hvað er besta bókin eða hvað bækur hvað bókum mælur með eitthvað svona, við heyrum ofta eitthvað svona spurningar en ég held að þetta sé sko, hvað er rétta bókin fyrir þig á þessum tímapunkti í hvað, ertu móttækilegur fyrir þessu sem ert að lesa þú getur alveg verið bara ég veit ekki þegar ertu mikið audiobókum eða ertu alltaf að lesa ég fíla alveg audiobók sko það er þú veist Jordan Peterson bókin hana 10 Rules of Life, hefur þú lesið hana? Nei, ég er ekki búin að lesa hana en ég hef heyrt mikið rosalega góð fyrir svona
þú var góð í COVID skilur, alltaf þá allt í rugli og svona ég hef lesnað 3 og bara einsni þá ákvað ég fætti sjálfrængs fyrst ekki það var bara perfect bók á þessum tíma ég var ekki þunglítur skilur og líka hefur við lesið The Power of Now hana? Tony Robbins Nei, Eckhart Tolle já, ég er ekki búin að lesa hana en ég er búin að hún þung skilur, ég las hana 15 ára skildi kannski helminga þessu en það liti að ég er búin að ég lærði að hugleiða og alls svona dót, self-help og svona allt bara frá þessu at that time skilur, það bara stundum mér ekki rétt að bókin á réttum tíma sko. Þess vegna held ég líka að maður eigi að gefa bókum sko annan sjens þú veist sumir með eitthvað svona ég ætla að lesa 52 bækur á árinu ég held að það sé betra að taka þú veist, 3 til 15 og hlusta á þær eða lesa þær frekar oft bækurnar skilur ég er akkurat þannig, þú veist, ég er alltaf að vinna kannski bara á að hlusta bókina og ég definitely hlusta á 2 gegnum til að ná þessu dóti sko það er ekkert öllu sko en fara kannski vindtökun aðeins í dýpar efni ég það var skríti, veistu hvað Workplace appi hefstu það, þetta er Dominos Note og það var eitthvað stjórinn var að setja Stone Post þannig ég sást að klósti og ætlaði bara að lesa þetta skilur og opna á Facebook og íta þig og ég byrja bara að lesa skilur ég bara stjórinn mér með krabba með henn og ég og einn vininn, það er bara besti vininn minn hann fekk bara allt í var eitt eista bara epli og ég svona alltaf með hennu gegn þetta og það var svona erfitt og hann góð núna og getur kannski sagt aðeins frá bara hvernig þetta var þú veist, þín megin sko ég greinsaði með krabbamein 2019 og það bara þú veist, þetta er svona einhvern veginn reynsla sem kennir manni bara ótrúlega margt sko sem er svona alveg klísjulegt að segja sko en so much better en þú veist það er bara þannig lífi gefir erfiða hluti og maður bara verður að læra á þessu já og þú veist ég var svona held ég var búin að vera í smá afneitun með þetta svona til að byrja með veist, var svona farin að beita mér svona sat alltaf gleiður bara veist, ég svona viss, ég var farin að vita af þessu og en svona forðaðist bara einhvern veginn að uppgöta þetta svo bara eitt eist á hann bara hjúts bara já þú veist það byrjaði að vera þú veist bara stækka aðeins og svo byrjaði að vera svona smá svona skríti í læginu svo er þetta bara óþægilegt viðkomu skilur og þú veist ég hætti bara að vera í gallabuxum og svona þú veist ég var bara þannig er ég samt sko þú veist ótrúlega mikið í svona mindset dóti og er að hjálpa fólki að þú veist með alls konar svoleiðis en ég er svona bara einhvern veginn ákvað að ignora þetta þangað til að það bara var ekki hægt lengur ég var fór í að kasta rúbíbolta með félagum mínum og fór að íða já, ég ætlaði að setja grípa boltan og fór í gegn og bara beint í eist á mér sko, og það bara sásökin var slíkur að fólk held bara ég væri að grínast sko. ég bara láða þarna og bara engdist að kvölum sko. og þá bara mánudaginn eftir ok, ég bara mánudaginn eftir nú verð ég var í útilegu þarna sko. og ok, þá verð ég að fara og þá kemur ljósa að þetta er eitthvað hann þarf að senda mig áfram sendi mig í myndatöku og sko versti kaplinn við þetta ef að þetta kannski svona hjálpar einhverjum mynda sem á eftir að díla við í framtíðinni að versta tilfinningin við þetta langversti kaplinn er sko bæði frá því að læknir segir þetta er eitthvað sem þarf að skoða betur þetta gæti verið krabbamein þannig ég ætla að senda í myndatöku og það tekur nokkra daga og það er mjög óþægilegt að bíða eftir því og svo dagar eitthvað svoleiðis já, þú veist, kannski, það voru hverju 2 dagar eða eitthvað svo fer ég í myndatöku og hann skoðar þetta og það bæði við mjög óþægilegt að sett svona sama tæki og sett á svona ómskoðun eða svolítið og það bara kall sem að skoðar þetta á og við segjum hann, já er eitthvað hana? Hann segja, já, það er actually og ég segi, ok hvað gerum við? hvað svo? Hann segja, já, þú voru bara að bíða eftir að það verið hringt í þig
Já, ok, er hann ekkert hálfbæður? Nei, þú veist, hann starfi bara uppgöta þetta skilur, bara taka mynd og og það voru ótrúlega margir hnixlaðir samt sko, þú veist, ég var að segja af þessum viðbröðum sko en þú veist, hann starfi runni bara að taka þessa mynd getur ekki verið peródía með hann bara skilur, gera sem hann á að gera hann sko. gerði bara sem hann átt að gera og fólk bara svo tilætlun samt sko þú veist, það vill að viðbröðum séu nákvæmlega eins og og bara allt brjálega og strax eitthvað sett í ganga bara þetta virkar ekki þannig þannig að en það er að leiðandi, hann segir þú veist, þú er bara að býða eftir að læknir hringir í þig og það tekur einhverja daga og það er sko versti tíminn þar sem að þú er bara að fá staðfest, þú ert með krabbaminn og svo er þetta að býða eftir að læknir hringi í þig og taki eitthvað ákvörðun framhaldið og bara óvissu ástand og þetta er alltaf að fara í gegn með hausinn bara miljón hvað er að versta sem getur gerst og ég hald sko aldrei verið svona eitthvað kvíðin eða eitthvað svoleið sko en þarna svona byrja ég að fá svona þannig tilfinningar sko þannig að bara óvissan þarna að býða eftir þessu það er að versta við þetta það er að versta við að fá þetta að mínum að því svo hringi læknirinn og hann segi, herru, það er bara aðgerð á morgun og strax í þetta bara strax í þetta og hann segi tvennt við mig sem að hann segi, þú ert að nei, hann segi aðgerð, þetta er 2 daga þú ert að taka ákvörðun núna hvort þú viljir gerviheista og hvort þú viljir fara í sæðisbankan já, gastu þá, myndið þú þurfa að gera það já, okay. Þannig ég segi bara, já, bara let's do it maður og þannig að, já, svo bara fer ég aðgerð og svona og svo sko hélt ég að svo fer ég aðgerð og lyfjameðferð og maður heldur örugglega að þá sé sko búin í aðgerðinni, búin í lyfjameðferðinni þá sé þetta svona yfir staði þá er svona stormur búin en síðan er maður alveg lengi að ná sér aftur á strik bara svona andlega og ég bara fattaði það bara þú veist, fyrir ekkert svo lengur síðan að hvaða tók mig actually langan tíma að koma mér aftur í bara svona almennlegt skap og svona já, bara almennlegt, bara þú veist, gott hugarástand sko það er mikið þunglitur og svoleiðis á tímanum já, eða sko alveg svona það var svona meira ég þróaði með mér svona fór að vera meira kvíðin og svona fá svona panic attacks og þú veist, ég er búin að fara nokkrum sinnum þú veist, í eitthvað auka tjekka því að ég held að ég sé komið aftur skilur. Ég það ekki líka að það er fyrir að komin að kemur aftur og svona já, þú veist, það getur alveg komið fyrir en það er ólíklegt eins og með þetta krabbmein að það kom aftur en ég var til dæmis stattur í bara kringlunni með fjölskyldunni þar sem að þú veist, ég búið með alla meðferð og búið með allt saman svo eru bara stödd í kringlunni og ég bara, það er líðið yfir mig bara hósvitna, bara hjartslátturinn á miljón og þá fekk ég bara panikattack bara já, og ég hef aldrei skilið fólk sem að, þú veist, var með kvíða eða eitthvað svona, fá eitthvað panikattack eða kvíðakast og fyrir en núna þú veist að ég er búin að lendi í þessu þá svona, þú veist, þá bara hef ég meiri skilning á þessu sko já, ekki, ég held að sé alveg gett lít úr þessu skilur ég er svo þú skilur, ég hef ekki lent í þessu þú veist allan að tala um panikattackin sem varst að fá svona, þú veist í kringlunni akkurat já, og já, þannig ég lærði bara svona skilja fólk með kvíða með svona kvíða og svona betur sko og svona já það er konan ekkert bara hvað er það já, sko, að því að við erum bæði þannig sko, þú veist við erum svolítið mikið þannig að það þjónar einhverjum tilgangi að staldra við og væla mikið yfir hlutunum þú veist, við erum alveg bæði þannig og þannig að, þú veist, ég er ennþá á því að þú veist ekki að væla og svona nei, þú veist, ég er svona það er samt einhver ástæði fyrir að bara mannslíka minn gera það skilur, annars væri það ekki option annars myndir ekki framkalla
tár og þessi tilfinningar, skilur það er bara vel minna sko, Já, þannig að það er greinlega einhver ástæði fyrir því en ég er svona á því að það þjónar engum, það hjálpar fyrir mitt leiti þá hjálpar það hefur það ekki hjálpað aðstæðum neitt að staldra lengi við þar skilur, þannig að þetta er alveg svona legit, þú veist þetta hvað heitir þetta svona að self-pity að vera bara svona vera bara í þessu kjaftaði sem er endast að bögga þig akkurat, bara svona dvelja þar og það er svona það mikilvægt sem ég hef lært er svona bara persónulega ábyrgð sko, bara personal responsibility og það er svona Erst þú með eitthvað svona ég veist þú svona gaman að heyra frá þú veist fyrirtækjaundum og svona fólki Erstu með eitthvað svona rútína sem þú þarft að gera við sjálfan þig þú þarft að æfa, þarft að kannski skrifa huglega eitthvað svoleiðis, hvað svona virkar fyrir þig? Þú veist, ég náttúrulega bara hluti af því sem ég hef alltaf gert er að æfa sko, ég er ekki eins og margir með eitthvað svona þú veist, eitthvað fasta morgunrútínu, þú veist, eitthvað vakna alltaf klukkan þetta, gera hérna eitthvað meditation, alltaf eitthvað eins þú veist, kalda styrtu þarna og hérna huglega síðan þarna og fara sín göngutúr og hérna gera alls konar svona, þurfa að gera alls konar svona shit til þess að byrja að vinna ég er á því að þú veist, vaknaðu og byrjaði að vinna og byrjaði að gera mikilvægastu hlutina fyrst skilur og þá ertu þú veist þú ert búin að klára mikilvægast verkefni dagsins þá getur þú farið í allt þetta shit sem að hérna, þú veist, það virkar þannig fyrir mig allan þá getur þú farið að dunda þér í þessu öllu sko. Þegar þú ferð í svona self-help og lærum myndan alltaf og sérstaklega, ég var, hvað 15 eitthvað þegar ég byrjaði að skoða þetta þá kannski er maður ekkert að pæla í the real world, maður getur ekki gert klukkutíma morning routine alltaf daga sko. Það eru svona nokkur hluti sem maður hefur fengið eins og ég byrjaði að skrifa bara því ég byrjaði þetta podcast bara, veist, ég var í sálfræðingu og svona dót og hún mælti mig því, þannig að núna sem ég komin í þá skrif ég bara 10 mínútur á dag það er bara nóg og oftast er þetta bara svona dumb skilur ég bara, fuck, mamma er ekki mikið að bögja mig, þetta er af hverju sömulegir og skrifar að þá svona, ok, þetta er ekki það mikið mál, skilur ég Akkurat, en ég, þú veist, mér finnst það alveg cool og það er til dæmis svona, og kannski það sem hjálpaði mér svona einna mest í gegnum þetta tímabil, þú veist, með krabbameini á það, því vorum að tala um það að það eru hugleiðingar Marcus Aurelius sem er sem sagt, hans svona brain dump Er það ekki meditationsbókin? Jú, það er bara meditations eftir Marcus Aurelius Þessi bók er svo frábær því allan tíman út að fá nýtt endalist stótt, skilur við og þetta er bara svo hjálpar þér að auglast svo geggja svona perspektíf hjálpar þér að svona uppgöta að sko allar að, þú veist, allt sem gerist það bara gerðist eina sem að þú getur gert er að svona ákveða hvernig þú díla við það og ákveða hvort að færa bögga þig eða hvort að færa skaða þig og hérna og bara svona persónulega ábyrgð og allt þetta og það sem ég er svo geggjað er að þetta er eitthvað sem skrifa fyrir þú veist 2-3.000 árum síðan og þetta er ennþá allt sem er relevant í dag þú veist, heilin okkar er bara einhvern veginn að díla við sömu vandamál akkurat kemur alltaf aftur upp í öðru sinni formi sko. Þannig að það finnst mér hérna þetta er svona svipað það verður við þarna veistu þekkjur Jocko Willing bókin hans Extreme Ownership hún er svona nútíma þannig sko bara þú veist skiptir ekki máli hvað gerist við þó er erfitt þá verður bara verður að díla með og bara taka á því það talar alltaf um að vera í Navy SEAL þú verður bara það er alltaf því skilur akkurat og það er og það er rúglega margir sé hérna TED fyrirlesturinn hans það sem hann er að tala um Extreme Ownership og hérna og bæði Extreme Ownership og hérna The Dichotomy of Leadership er góð bók líka sem hann skrifar og hérna og já, hann er náttúrulega geggjaður sko hann er bara jára tau sko bara þannig að þess núna alltaf þegar þú byrjar ef það áttur þú krakka strax þegar þú varst byrjar þú veist bara 18-19 já, ég var sett 19 að vera 20 þegar ég eignast barn sko það er akkur, ég er svo hættið það sko það er svona að fá krakka strax maður er ekki með all your shit together en fyrir mig sko
fyrir mig að þá þú veist, ég eignaðist fyrsta barnið mitt 19 að vera 20 og svo var ég eignast þriðja barnið mitt núna daginn þegar ég þú veist, 31 að vera 32 Já, bara stuðið bara Já, 10 mánuðum síðan og það er allt annað þú veist, það er miklu auðveldar og einfaldara og kannski út af reynslunni skilur, að því ég hef átt 2 börn á þau skilur, en kannski að því að maður er líka meira með svona shit together, þú veist, maður er á öruggari stað og svona líka, veist, þú ert alltaf búin að hafa 2 það er kannski ekki einn stressandi að fá þriðja skilur Nei, en ég held samt sko að því að margir segja þetta eins og þú, en fyrir mig að það sem þetta gerði var að þá bara þurfti ég þarna, ég gat ekki lengur komist upp með að vera ekki með þú veist, með shit together skilur, þannig að eftir að þú veist, ég eignast barn og þá þú veist, þá er bara komið responsibilities, þá fer bara allt á flug, þá get ég ekki komist upp með að vera ekki að standa með eða vera ekki eiga pening eða skilur, þannig að þetta er það er rosalega gott að heyra frá öllum þessum fólki sem er að tala við að þeir fengu barn ungir oft þannig og þau tók þessu bara ok, þá er ég komin barn núna þarf ég bara að vera responsible fyrir þetta, þú ert alltaf ekki nummer 1 kannski eftir það Akkurat, þú bara og það líka svona þú veist, þú öðlast nýja ástæðu fyrir því að þú vilt gera eitthvað merkilegt skilur, þú vilt búa til eitthvað geggjað að því að þú vilt provide eitthvað meira en bara það sem er ég vil útvega þeim eitthvað meira en bara það sem er venjulegt eða eitthvað meira en það minnsta sem er í boði við til dæmis fyrir nokkur málum þá út að eðli online starfseminnar og hvernig ég á búin að koma líkamsræktarstöðinni fyrir að þá gáttu ferðast bara marga mánuði yfir árið God damn og þannig ég ferðast bara með fjölskylduna og bara bæði Hvað eru börnin gömur núna? Fyrsta 10 mánuða núna Já, þannig að þau eru núna 11, 7 og 10 mánuða Þetta er eitthvað, mér leiði alltaf þegar hraunin er alltaf líka mér leiði alltaf svona, ok, ég fæ krakka ég nenni ekki að þurfa að mæta en upp á völl að vinna, skilur, 12 tíma vakt og svona það er svona the goal, skilur Já, og það er bara þess vegna er ég svona mikill talsmaður þess að starta einhverju online gerði eitthvað online, ég get mætt á öll mótin, allar æfingar eða, ég get alltaf mætt í allt saman við getum farið og gefum frí í skólanum eða eitthvað og farið erlendis og ferðast eins og við viljum, skilur og bara eðli online starfseminnar er þannig að ég þarf ekki að taka frí skilur, það er ekki tekjufall tekur bara töluna með eða síman bara skilur, og svo set ég starfsemin upp þannig að ég þarf kannski stundu þarf ég að vera kannski 10 tíma á dag en stundu þarf ég bara hálftíma á dag skilur Fokkin elska þetta sko, ég bara eftir að ég átti aldrei Mac sko og þegar ég keypti þessa fartölu hún er betri en alla gaming-tölur sem ég hef átt og get farið mér að hvað sem er núna ger ég alla vinnum mér að vera bílum skilur Akkurat, ég fyrir bara í bílum, parka ykkur staðar næs og það er líka svona það sem ég elska við þetta er sko að geta gert það sem ég vil þar sem ég vil þegar ég vil með hverjum sem ég vil the dream sko það er og þess vegna er ég svona þess vegna er mitt markmið núna að koma þessari svona hugmyndafræði eða þessari hugmynd til miklu fleira fólks þú þarft ekki að vera sumir alltaf bara fíla það sumir velja öryggi og vissu fram yfir svona meiri áhættu skilur Já, gott, ég þetta self-help dót, ég hendi svolítið mikið fólk úr lífinu svona sem ég þurfti kannski ekki að gera út af þessu dóti svona að vera ef vininir, ef þú ert ekki í kringum fólk sem er að harka á fokkin gera allt þetta ég álega vinir sem bara fíla vinur på velli og bara vilja vera það skilur það er alltaf læg það vil ekki allir vera svona Já, ég tók þetta einmitt líka sko alveg
fór all in í þetta, þú veist, bara vera umkringið með bara fólki sem er þú veist, að gera eitthvað þú veist, sem er að gera eitthvað annarkvort komið lengra en ég eða sem ég get lært af eða er með svipum markmið svo lærði ég svona seinna að sko, það er hægt að gera þetta aðeins öðruvísi það er að þú veist, ég þarf ekki að útiloka hina nei. Þú veist, ef mér finnst þeir skemmtilegir og hérna þú veist, og það er kannski bara illa gert líka, þú veist, bara þetta er aðeins öðru sem eins og á Íslandi við erum bara litlu samfélagi og svona þú veist, ef ég útiloka bráðu hvernig því að hann er ekki nógu merkilegur fyrir mig, sko þú veist, svo er ég búin að læra núna að hérna, það er kannski frekar ok, ég ætla að velja núna að verja meiri tíma með þessum einstaklingum og leggja mig fram við að kynnast einstaklingum sem eru á okkur stað sem ég langar að komast á og læra alltaf þeim en svo ætla ég að velja hverjir fá að hafa áhrif á skoðanir mínar þannig að þessir vinir þeir fá ekki að hafa áhrif á það sem að þeir segja viss topic skiptir mikið máli síðan hinir sem að við langar að læra af ég ætla að taka mark á því sem að þeir segja ákveðin topic eins og ég með hérna business partner í einu fyrirtæki sem að er eldri en ég og miklu lengri en ég bara í flestu ég er búin að velja það þegar hann gefur mér ráð business því hann er búin að ógeðslega miklu árangur þar þá hlusta ég, skilur þá hlusta ég en síðan ef hann ætlar að kenna mér eitthvað hérna, sambönd eða uppeldi þá svona kannski þú veist bara aðeins meiri að minna því já, þá svona er ég búin að ákveða að ég tek ekki eins mikið mark á því skilur það er góð hugsunarháttur sko ég held að sem maður sé oft fastur á það að maður ég er líka ungur náttúrulega er ennþá með vinir frá grunnskóla og svona og svo byrja það að fækkast og þá svona fattar maður að kannski er þetta fólk við erum alltaf bara að gera saman, alltaf að tala sama er ekki mikið að breytast góða hlutur með þetta podcast, ég er múin að kynast alls konar skemmtileg fólki sem er í eins og ég er alltaf að tala Alex snjókandi.is hann er strákur á svipmaldri í sem byrjaði svona ljósmyndafyrirtæki núna komið 2 svoleiðis og ég er alltaf að senda hann er bara killing it það er bara, ég hef aldrei kynnt svona fólki að það ekki prófa að byrja podcast og vilja kynast fólki sko. Akkurat og það er ótrúlega mikilvægt að bara svona byggja networkið sitt og hérna og þú veist, til þess að þú getur vaxið að þá þarftu þú veist, að svona já, fara að vera meira með öðru sem er að gera eitthvað svipað en maður þarf kannski, ég er búin að læra, maður þarf ekki endilega hérna útiloka endilega alla svona, það er svona ákveðin kunst að hérna varst þú ekki með svona fólki sem ég hendur út í byrjun COVID eða svona, sem tala voru lítið við í dag voru svona gauðra sem voru alltaf að vælum ég vil byrja þetta og svo hittust næstu viku og ekkert gerist já. Hvað svona hvað gerðið þú með þannig? Byrjar það bara svona já, þú veist, þannig fólk kannski hérna þú veist, bara svona læt maður feit út, skilur bara, þú veist já, það hérna það þjónar engum tilgangi að vera miklu að hanga mikið með þannig fólki, sko Nei, en svo er líka, þú veist, bara það er gott að heyra svona núna með self-help, þú veist, að þetta er líka alveg toxic, skilur, ég veist bara endalaust að sko, já, þú verður að eins og takt í staðin fyrir að lesa 52 bækur á ári sem kenna er 52 mismunandi hluti og þú ætlar að reyna að blanda því öllu einhvern veginn saman og sumt stangast á við annað og það er ekkert alla bækur geggjar þó það er að málum við markasetningu, sko það er hægt að promóta eitthvað skít, sko sem er ekkert endilega gott shit, sko en hérna þú veist tilengaði frekar eitthvað sem höfðar ótrúlega vel til þín og hérna farðu all in á það, sko Þetta er hérna hvað er setningin hérna be good at one thing í staðan fyrir að vera geggja og getur í 10, skilur akkurat það er líka, ég kem alltaf að hérna sem er online business, sko að þú veist, vertu geggjaður í einhver einu og vertu sérfræðingur í einhver einu og kendu öðrum það Mér finnst gott með þetta, sko, þegar ég elska að gera YouTube-myndbönd og svona og þegar, og svo svona hætti ég þessu ykkur 2 ár og ég gerði eiginlega ekkert creative dot og mér finnst þetta vantar svo þetta skiptir svo miklu máli að gera eitthvað búa til eitthvað, skapa eitthvað, skilur við
finnst þér, erst þú mikið af þín alltaf þú talar það copywriting, það fyrir djúpt í það og ég verð að vera bara versta tilfinning sem ég svona upplifa það að standa í stað skilur ekkert að gerast bara ekkert að gerast og það svona, þú veist, ég sammála maður þarf að vera svona fullnægja þessari þörf að vera kreatív, vera að skapa eitthvað eða svona vera að byggja eitthvað þú veist, eins og þú veist, við byrjum eins og gimmið í 80 fermetra sko, iðnaskúr einhverstað lengst út í raskati og erum búin að byggja það bara statt og stöðugt og erum nú komin í 1000 fermetra skilur er körfuboltaðurinn að koma, ætla að gera það? Já, ég var að fá körfuna í dag þannig að körfuboltaðurinn verið settir upp núna bara þetta ekki að veit, sko, við erum alltaf að elska svona raw gyms þegar þetta var nýjófna, ég mætti eitthvað day 5 eða eitthvað og var held ég bara eina þessu speikling og ég var bara að bera ofan, bara geðveikt cool að vera í þessu akkurat og það sko eins og skapa eitthvað sko byggja eitthvað og sjá það vaksa og líka eitthvað sem öðruvísi og uník þannig að það bara eins og með gimmið, við viljum að það sé þú veist, öðruvísi upplifun heldur en þú veist, og labbarinn inn og þetta öðruvísi en öll önnur gimm sem hún ferði í, skilur þetta allt öðruvísi heldur en super opið og svona og líka þeir komið The Cage geða gaman þegar æfingi gáki skilur og þetta peppandi skilur þannig að þú veist, þetta bara öðruvísi experience og fer bara þú veist, ferðan inn og bara tilfinningin öðru seldur en annar staðar. Þú talar á hann að vera svona, þú veist, expert í þessu ég er búin að læra það núna að þetta imposter syndrome sem maður fær oft skilur maður að reyna að kenna fólki eitthvað svoleiðis þú veist, ég byrjaði fyrsta skil sem ég byrjaði að þjálfa eitthvað, ég var að kenna Crackerbox með Birni og þú veist, þó ég var búin að vera í svona nokkur ár ég var samt bara, ég veit ekkert hvað er þannig skilur en það þegar ég byrjaði þetta TikTok, byrjaði svona ég ætla bara að prófa að kenna fólki að gera annan podcast svo leti ég mig heita en að ég er bara podcastgörinn nú er það bara það nú er ég oft stoppað að reyna það er málið, þú þarft að gefa þér stimpilinn akkurat, þú bara gera það sjálfur skilur þú þarft að gefa þér stimpilinn og það fá allir þetta imposter syndrome alveg sama á hvaða level þú ert komin ég fæ ennþá bara þú veist, nú er ég búin að vera ég var með minn successful online business frá 2014 og 2019 þú skiptum við módel og byggum svo eitthvað annan successful online business og og ég að kenna þjálfurum að gera þetta samt fæ ég ennþá skilur, þú veist, hver ég að kenna þetta eða maður heldur að verður alltaf að vera komin bara algjörlega á toppin og perfect í þessu til að geta kent fólki þannig að imposter syndrome er bara mest eðlilega tilfinning í heimi sko en það er bara sko það er svona imposter syndrome og bara svona hræðsla við mistök sem að sko, imposter syndrome, hræðsla við mistök og svona álit annar sem fólk lætur mest halda aftur á sér og svona bara svo hræðsla við mistök að sko við erum eiginlega þú veist, þetta er svona það mikil ógn við bara svona hugan okkar að við erum meira mótiveruð fyrir að forðast mistök heldur en við erum mótiveruð fyrir því að ná einhverjum árangri akkurat það er þannig að bara byggt þannig við erum þannig dýr bara með mikið feila sko akkurat þannig að við erum komin á flottan tíma er eitthvað svona sem þið langar að tala kannski bæta inn sko árum við klárum kannski putting you too much on the spot sko en mér langar bara að segja mér finnst bara alltaf þegar maður sér út alltaf brosandi maður bara fucking hörkudulur maður mér vona allan að ég vona ekki kynst meiri fólki eins og þú sem að virkilega byrja sitt út halda áfram í þessu svona mér finnst þetta geggja sko bara, takk fyrir það maður og bara geggja að koma inn til þín og sjá þetta sem að þú ert að gera og bara geggja spurningar út góður í sem þú ert að gera takk fyrir það og þú ert að klárlega að fara með þú veist, takk þetta eitthvað lengra og alltaf vonandi getur komið það nokkru mánuð bara í Reykjavík sko algjörlega uppkast.is sko algjörlega engin spurning eitthvað svona plugga, hvað getur þið fundið og svona það er bara Einar Kristjánsson á Instagram svo er fyrirtækið okkar Alpha Gym 24/7 Alpha Agency og svo vorum við eins og svona starfsemin okkar markasmegin þríþætt það sett markastofan sem að sér að í rauninni
bara markaðssetja fyrir önnur fyrirtæki. Svo það sem við erum að kenna fólki að markaðssetja. Við erum búin að búa til bara kúrs þar sem við kennum þér leyndamálin sem að markaðstofurnar nota, skilurðu, kennum þér að nota sömu tricks, þannig að þú vilt gera þetta sjálfur. Og svo erum við með svona fyrir þá sem að vilja taka hugmynd, fyrir þá sem eru bara að byrja, fyrir þá sem vilja taka hugmynd, setja henni í online búning og byrja að markaðssetja og selja, að taka fyrstu skrefin sín þar, að þá erum við með Instagram account sem kallast Skills to Profit. Og ég fundur alla linka í descriptionu, vil ég checka á þessu. Bara takk fyrir að koma, þetta er bara frábært og já, ég hef ekki meira að segja, takk fyrir að hlusta. Takk fyrir.